Já, komið sæl, Bent heiti ég frá gítarskólanum.is. Ég get nú ekki verið með livestream í dag, þannig að ég ákvað að taka upp smá myndband og hérna, skellið því bara hér inn. Það sem ég langaði að fara yfir í dag er gítarhálsinn, hvernig við svona lærum, ein leið til þess að læra nöfnin og fara kannski svona lógískt í gegnum það. Og maður er með þetta hérna, já ég útbjó svona blað sem að sýnir þetta svona heildar yfirlit yfir þetta sem er ágætt að hafa og þú getur sótt þetta blað og meira sem við höfum verið að gera með því að fara inn á þessa slóð sem er hérna gitarskólinn.is/aukaefni og þá slærðu bara nafnið og netfang og vefsíðan sendið er bara link á folder sem er með það sem við munum setja nótur, hljómablöð, undirspil og hvaðan eina sem við erum að fara yfir hér. Þannig að þetta og þar á meðal er þetta skjal þar. Þannig að gitarskólinn.is/aukaefni. All right, þannig að við kíkjum á í rauninni svona alla strengina, þá er þetta svolítið mikið. Þannig að við reynum að brjóta þetta upp í einhverju svona þægilegri einingar og við myndum byrja til dæmis á bara hérna A, G og E strengjunum. Sér það að ef við skoðum byrjum hérna frekar á þessum gaurum hér. Þannig að við byrjum á djúpa E-strengnum. Sem sagt, hér. Hér erum við djúpa E. Ef þú skoðar hérna á D-strengnum, á öðru bandi, þá erum við líka með E þar. Þannig að það er alltaf þetta bíl. Og ef við skoðum, við erum búin að kíkja áður á uppbygging dúrtónstigans og ef við skoðum C-dúr tónstigan þegar sem að við byrjum hérna á B-streng á fyrsta bandi og þá erum við með C hérna, D, þannig erum við þriðju nótuna sem er þá E, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og loks 8 eða 1, hvernig sem að lítur að. Þannig að við erum hérna með C og það er lítið bil á milli E og F og svo B og C. Þannig að C, D, E, F, G, A, B, C. Og það er sama reglan sem að gildir yfir þetta allt saman að það er lítið bil á milli E og F og B og C. Það er svona rauði þráðurinn í gegnum þetta allt saman. Þannig að við skoðum hérna djúpa E-strengin, þá erum við með E og F, lítið, stórt yfir G, stórt yfir A, stórt yfir B, lítið yfir C, B og C hérna lítið, stórt yfir D, stórt yfir E. Ok, ef við skoðum svo hérna D-strengin, hérna erum við D, og stórt yfir E, lítið yfir F, stórt yfir G, stórt yfir A, stórt yfir B, lítið yfir C og stórt yfir í D aftur. Og ef við skoðum þetta blað sem er hérna fyrir ofan, þá sjáum við að djúpi E-strengurinn og þessi nóta eru þau samu. Þannig við erum með alltaf sama bil á milli þessara nótna. Þannig við getum auðveldlega, ef við þekkjum til dæmis alla nótunar á þessum djúpa E-streng, þá getum við auðveldlega fundið nótunar sem eru á D-strengnum. Þannig að við veitum þetta er G, þá er þetta G. Þannig að það er svona gott að fara í gegnum þessa, hvað maður segja, þessa, 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 það er svona gott að fara í gegnum þennan þessa
strengi, þessa tvo, þetta strengja par og sama gildir hérna B-strengin. Þá reyndar hoppar það upp ekki alveg sama bil, ekki svona, heldur svona. Þannig að við erum með D hérna og við erum með D hér. E hér, E hér. F, G, A, B og C. Svona gott að fara í gegnum þessa strengi. Læra þetta bara í svona, læra strengina bara í pörum. Þá það fínt að þá erum við komið þetta á tiltölulega stuttum tíma. Þannig að nú erum við búin að skoða E, D og B strengin og skoðum hérna hitt parið. Þá þetta bara alveg eins heila. Þannig hérna erum við A, B, C, D. Það lítið næstu milli B og C. D, E, lítið yfir F, stórt yfir G, stórt yfir A. A, B, C, D, E, F, G, A. Ok, þau tölum hérna G-strengin, við erum komin inn í A. Það það sama nótarinni og hér. Hér erum við með A og A. B hér. C og D. E. Lítið bil milli E og F. Og G. Ok, þannig erum við með þetta samhengi milli A og G strengjana. Og ef við skoðum G-strengin, til dæmis, hérna við erum með nótunni G. Við erum með nótunni G hér. Þannig að það sama fer henni niður 2 strengi og upp 2 bönd. Í þessu tilfelli. Og það var sama og var á milli hérna D og B strengsins. Þannig hérna erum við A, B, C, D, E og F. Og svo náttúrulega erum við með hér E-streng og E-streng, þannig að ef við kunnum þennan upp á 10, þá kunnum við þennan upp á 10. Þannig að það borgar sig verulega að kunna þessa strengi, því að það hjálpar okkur í að það opnast bara hljóðfærið upp gátt og við getum spilað hljómana, þú veist, þvergrip eða þá ykkur rockgrip eða þannig. Og þegar við erum búin að gefa okkur svolítið tíma í þetta, þá verður þetta svolítið að make a sense, að við sjáum kannski svona patternin í öllu þessu og hvernig þetta tengist saman allt saman hérna niður. Þannig að ég vona að þú hafi nú grætt eitthvað að þessu og lærir eitthvað nýtt. Það er okkar tilgangur með þessu og að gera ef að það er eitthvað topic eða eitthvað svona umræðefni sem þú myndir vilja að við færum yfir, þá endilega senda okkur annarkvort hér á Facebook eða þá á netfangið gitarskólin.is og við reynum okkur besta til þess að verða við því. En bara takk hérlega fyrir í dag og ég ætla að minna á þessa vefslóð sem við erum að nefna, gitarskóli.is/aukaefni, þar sem þú getur fengið þessar skýringamyndir og meira. Við vorum þarna að spila Apache, þar er undirspil og hljómablöð og fleira. Þannig að við munum bæta í þá grúppu eða þá pulju bara jafnt og þétt. Þannig að bara takk hérlega fyrir í dag og sjáumst næst.